Já, Davíð efaðist ekki að frelsarinn sem þá var ekki kominn myndi vera honum stoð og stytta í gegnum hvað sem er. Maður sem ég met mikils, en ég bara sé hann á netinu, hann kemur alltaf með svo snjallar stuttar sögur og hann var spurður hvað væri mesta kraftaverkið. Hann hugsaði sig aðeins og svo sagði hann Jesú Kristur og hann var inntur nánar eftir því. Já, það hefur enginn gert það sem hann gerði og hann sigraði dauðan og hann leyfði þeim að krossfesta sig og hann reis aftur upp. Það er kraftaverk. Og hann var einhver svona enn eftir því af hverju hann væri þá, tryði á Krist og hann sagði, sko, þau voru að ganga eftir vegi sem allt í einu kvíslast í tvær áttir, öðru megin liggur dauður maður og hinu megin lifandi. Hvern spyrðu til vegar? Það er nokkuð sterkt. Jesú einn er upprisinn, þannig að hann lifir. Þessi sami maður sagði líka þessar setningar og takið vel eftir því þetta er pínu orðaleikur. Eftir að allt er sagt og gert er oftast meira sagt en gert. Vel gert er betra en vel mælt. Verkin tala skýrar en orðin sem sögð eru. Á morgun mun Guð ekki spyrja hvað dreymdi þig hvað hugsaðir þú eða hvað sagðiru. Hann mun segja, hvað gerðir þú? Milli stóru hlutana sem við getum ekki framkvæmt og litlu hlutana sem við viljum ekki eða nennum ekki að sinna er svo hætta að við gerum ekki neitt. Ég þarf að gera eitthvað mun alltaf leysa meiri vanda en að segja það þarf eitthvað að gera. Biblían segir að sérhver ætti að nota þá gjöf eða talentu eins og oft er talað sem honum er gefin til að þjóna öðrum. Í orðskviðunum í 6. kafla segir far þú til maursins, letingi, skoðaðu háttu hans og vertu hygginn. Þó hann hafi engan höfðingja, engan yfirboðara eða valdsherra, þá aflar hann sér samt vista á sumrin og dregur saman fæðu sína uppskeru tíman. Hversu lengi ætlar þú, letingi, að hvílast? Hvenær ætlar þú að rísa af svefni? Sofa ögn enn, blunda ögn enn, leggja saman hendurnar ögn enn til að hvílast. Þá kemur fátæktin yfir þig eins og ræningi og skorturinn eins og vopnaður maður. Það er skýr skilaboð. Í Jakobsbréfinu 2. kafla segir svo: Hvað stoðar það, bræður mínir, þótt einhver segist hafa trú en hefur ekki verk? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir þinn eða bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðurværi og einhver ykkar sagði við þau, farðu í friði, vermdu þig og mettu, en þér gefið þeim ekki það sem líkaminn þarfnast, hvað stoðar það? Eins er líka trúin dauð í sjálfri sér vanti hana verkin. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verk. Sýn mér þá trú þína í verki og ég skal sýna þér trúna af verkum mínum. Þú trúir að Guð sé einn, þú gerir vel, en illu andarnir trúa því líka og skelfast. Fávísi maður, vilt þú láta þér skiljast að trúin er ónýt án verkana. Réttlættist ekki Abraham faðir vor af verkum ef hann lagði son sinn Ísaka á altarið. Þú sérð að trúin var samtaka verk hans og að trúin fullkomnaðist með verkunum. Og ritningin rættist sem segir Abraham trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað og hann var kallaður Guðs vinur.
Þér sjáið að maðurinn er réttlætist af verkum og ekki af trú einnig saman. Svo var og skækjuna Rahab, réttlættist hún ekki af verkum, hún tók við sendimönnunum og lét þá fara burt aðra leið. Eins og líkaminn er dauður án anda, og trúin dauð án verka. Svo mörg voru þau orð.